Góðu sæll, kæri bógamaður. Hér koma spil fyrir þig. Ég geri þetta þannig núna að það eru 4 stokkar sem ég ætla að draga úr. Ég er búin að stokka þá og það er bara efsta spilið sem að gildir fyrir þig. Byrja á efri tveimur og tek svo þessi neðri í seinni partinum. Ok, þá kíkjum við hérna á spilin, efstu spilin fyrir þig. Já, það er egypski guðinn Thoth eða Thoth eða hvernig sem að það nú er borið fram, ber ekki öllum saman um. Hann er að hvetja þig til að skrifa. Kannski átt að skrifa niður draumana þína, færa dagbók eða vinna betur í einhverjum skrifum sem að þú ert byrjaður á, kæri bógamaður. Ef þú vill býr í þér rithöfundur. Hann allavega, hann Thoth, eins og ég vil kalla hann, var ritari og hann er talinn vera upphafsmaður allra skrifmála, segir maður það, skrifmála, skriflegar tjáningar. Hann var auðvitað ritari guðanna. Það er hægt að kalla á hann sér til aðstoðar, ef manni sýnist svo. Og ef þið vill, ert þú einn af þeim sem að miðlar í skrifum þínum frá öðrum tilverusviðum eða orkusviðum, eins og hann. Þannig að hann er allavega hérna með þér í þessu. Og það hefur verið að ýta undir hugrekkið þitt. Þú þarf kannski hugrekki til að skrifa. Það veit ég að getur verið bara býsna erfitt stundum og hefur mikið með sjálfstraust manns að gera. Það er ekkert mál að hripa niður draumana sína þegar maður vaknar, einhver stikkorð. Draumar geta líka verið einhvers konar byrjun á meiri skrifum. Veit ekki okkur ég er að tala svona mikið draumana hérna, en þeir þurfa að vera með. Og þér eru óhætt að stíga bara fram með skrifin þín. En nú er ekki tíminn til þess að halda aftur af sér. Og hún er hérna með hvítan fána sem að er svona svolítið sakleysislegur og segir mér að hún er að stíga fram með sannleikann með sér, skulum við segja. Já, þetta er einhvers konar sannleiks skref. Þannig að það er líklega það sem að þú þarft að skrifa sannleikann. Kannski ert að fara að uppljósta einhverju leyndarmáli, tjá einhverjum tilfinninga þínar. Og það þarf oft hugrekki til. Hvað gæti þetta spil sagt þér varðandi hvað þú ert hræddur við að gera, kæri bógamaður? Hvernig geturðu komist yfir þá hræðslu og stigið bara inn í hugrekkið þitt af fullum krafti? Og ef ég geri þetta, hver gæti útkoman orðið? Og þá erum að gera að hafa jákvæða væntingar til sín. Ok, ég ætla að kíkja á næstu spil. Kæri bógamaður, þessi spil eru ótrúlega skemmtileg. Skemmtilegar hérna staðfestingar og ekki tilviljanir sem koma hérna upp.
Bæði þessi spil innihalda orðið divine eða guðdómlegt. Hér höfum við guðdómlega galdra eða töfra og hér guðdómlegt flæði. Guðdómlegir töfrar. Þar meðal annars talað að þú eigir að fara að skrifa. Þannig að ég er ekki að grínast með þetta. Þú verður greinilega að fá þér tölvu, nú eða bók og penna og fara að svona punkta eitthvað hjá þér því það er eitthvað sem þú þarft að koma frá þér. Ég mæli ekki með einhverjum löngum miklum skrifum á samfélagsmiðlum en og þó fyrir marga er það leiðin í dag til að tjá sig. Það hefur sínar takmarkanir og sínar skuggahliðar. Þið eru óhætt að dreyma stórt og hafa háleitar hugmyndir. Allir litir regnbogans eru hérna í þessu spili og þetta er óskabrunnur sýnist mér, þar sem allar óskir geta ræst. Settu þið markmið og stemdu að þeim og aftur þetta með draumana. Þetta er bara svona stundum. Koma sömu skilaboðin til að leggja áherslu á eitthvað. Og hér höfum við sko pening og bók, kórónu, hjarta, míkrofón, andlega þriðja augað og hvíta dúfu sem táknar andlega tengingu. Þetta er svolítið svona orkustöðvarlitirnir líka. Þannig að þetta er afskaplega fallegt spil. Og að vera í sko guðdómlegu flæði eða himnesku flæði meðan maður er að skrifa. Það er náttúrulega það besta. Og ég tala nú ekki um að þú ert að fara að miðla. Þá þarftu að vera í flæði og vera þá í guðdómlegu flæði. Ef þú vill þarftu bara ekkert að hafa fyrir þessu, kæri bógamaður. Þetta virðist ætla bara að raðast upp fyrir þig og eina sem að þú þarft er að fylgja þessari hvatningu sem að kemur hérna upp og brýna hugrekkið þitt og taka upp pennan. Þetta himneska flæði eða guðdómlega flæði sem er hér, það á líka við fleiri þætti í lífiðinu, að sjálfsögðu. Að fylgja flæðinu og vera ekki að streitast alltaf á móti því sem lífið gefur manni. Þannig að það eru líka hérna skilaboð til þín. Mér líst rosalega vel á þetta, kæri bógamaður. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Gangi bara rosalega vel. Ljós og kærleikur.